Samkeppniseftirlitið hefur lagt 4,2 milljarða króna stjórnvaldssekt á Samskip vegna alvarlegra brota fyrirtækisins á samkeppnislögum. Málið verður sótt eins langt og þurfa þykir, segir lögmaður Samskipa. Hvalveiðar mega hefjast aftur á morgun. Eftirlit verður aukið og skyttur þurfa að ljúka námskeiði í líffræði hvala. Forsendur fyrir hvalveiðibanni hafa ekkert breyst frá fyrri ákvörðun ráðherra, segir þingflokksformaður Pírata. 12 börn hið minnsta eru á meðal þeirra sem fórust í eldsvoða í Jóhannesarborg í nótt. 74 hafa fundist látin, sumum tókst að bjarga sér með því að stökkva út glugga. Í nótt gisti Ann Glans í síðasta skipti við Þingvallavatn. Hún hefur búið þar í tjaldi undanfarið 9 sumur og notið samvista við himbrima, gæsir og hulduna í vatninu. Breiðablik tryggði sér sæti í riðlakeppni sambandsdeildar Evrópu í dag með öruggum sigri á Strúka frá Norður Makedóníu. Sigurinn sögulegur því Blikar eru fyrsta íslenska karlaliðið sem kemst svona langt í Evrópukeppni. Komið þið sæl. Samkeppniseftirlitið sektaði Samskip í dag upp á 4,2 milljarða króna vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum. Lögmaður félagsins segir ákvörðunina hafa komið á óvart sem og sektarupphæðina. Eimskip var hluti af rannsókn málsins en viðurkenndi brot sitt og greiddi sekt upp á 1,2 milljarða króna. Sektin vegna samráðs Samskipa og Eimskipa árin 2006 til 2013. Sektin sem Eimskip greiddi á sínum tíma var svo hæsta sem fyrirtæki hafði verið gert að greiða. Samráðið sagt hafa verið mjög víðtækt og fyrirtækin hagnast mjög á kostnað viðskiptavina og samfélagsins alls. Vonbrigði með niðurstöðuna, vonbrigði með í rauninni rannsóknina í heild sinni. Það blasir svo sem ekkert annað við núna en að við munum kæra þetta til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og rauninni sækja þetta máli eins langt og þurfa þykir því að við teljum að þetta standist enga skoðun, hvorki efni til né þessi fjárhæð sem að þarna var ákveðin. Hörður segir að varnir Samskipa hafa orðið snúnari eftir að Eimskip hafi viðurkennt sitt brot. Í tilfelli Eimskipa hafi málið hort öðruvísi við því það skráð á hlutabréfamarkað. 4,2 milljarðar, þetta all nokkur uppæð. Hvernig hún fundin? Ég held að Samkeppniseftirlitið þyrfti í sjálfu sér að útlista það. Þetta margföld sú fjárhæð sem að hæst hefur ákveðin áður og það gert í grunni til með tilliti til veltu þess félags sem ég hlut á. En af hverju hún svona há í þessu tilviki, það væntanlega vegna mati eftirlitsins og alvarleika málsins og þar við einfaldlega algjörlega ósammála. Hörður segir að Samskip hafi áttu von á sekt, einkum eftir að Eimskip gerði sína sátt. Málið hefur staðið yfir í mörg ár og það langur vegur framundan. Já, fyrst í stað þá munum við kæra þetta til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og við höfum 4 vikur til þess og sú málsmeðferð mun óhjákvæmilega taka nokkuð tíma bara vegna umfangs málsins. Við vonumst náttúrulega eftir því að ná þar góðri niðurstöðu sem við getum þá sætt okkur við. Gangi það ekki eftir þá fer þetta til dómstóla, það engin spurning það og það geti tekið einhver ár. Tímabundið bann við hvalveiðum verður ekki framlengt en reglur veiðiaðferðir, þjálfun og eftirlit verða hertar. Matvælaráðherra segist ekki að láta undan þrýstingi samstarfsflokka í ríkisstjórn. Hvalveiðar hafa löngum verið pólitískt bitbein og eitt þeirra mála sem hafa rekið fleyg í ríkisstjórnarsamstarfið. Það vakti mikla gremju sjálfstæðismanna þegar matvælaráðherra stöðvaði hvalveiðar tímabundið 20. júní, daginn áður en veiðar átt að hefjast. Bannið gildir til morgundagsins. Ríkisstjórnin hélt fund á Egilsstöðum í morgun og matvælaráðherra kynnti ákvörðun sína framhaldið að honum loknum. Vertíðin fer af stað á morgun með ítarlegum skilyrðum sem að verða birt í reglugerð nú á eftir. Reglugerðin var birt á vef stjórnartíðinda stuttu síðar. Á meðal þeirra skilyrða sem sett eru fyrir veiðunum aukið eftirlit Fiskistofu, reglur skotfæri, að minnstakosti 3 skipverjar hafi reynslu af hvalveiðum og að skyttur hafi lokið námskeiði í líffræði hvala. Nákvæmlega tilgreint hvernig eigi að skjóta dýrin og að veiðarnar verði að fara fram í dagsbirtu. Hvalur HF þarf því að hafa skjótar hendur eigi veiðar að hefjast áður en skammdegið færist yfir. Þessari umræðu engan veginn lokið, ég legg áherslu á að hún haldi áfram í samfélaginu öllu, í pólitíkinni. Við erum síðasta þjóðin í heiminum sem erum að leyfa veiðar á stórhvelum
með þessum hætti. Það er einn aðili sem að stunda þær veiðar og spurningin það sem að ég hef verið spurð hvort að það sé svo framtíðarsýn sem við viljum sjá, sú spurning ennþá gild. En ertu með þessu á einhvern hátt að láta undan hótunum samstarfsflokkana í ríkisstjórn? Nei, ekki á nokkurn hátt. Það væri dapurleg nálgun fagráðherra á öllum tímum að bregðast við slíkum þrýstingi og það hef ég ekki gert. Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra var mótmælt við Reykjavíkurhöfn í dag. Þar komu hvalavinir saman og sögðu ráðherra ekki hlusta á meirihluta þjóðarinnar sem vilji banna hvalveiðarnar. Hvalveiðimenn voru að undirbúa skipin fyrir vertíðina við höfnina í dag en þær gætu hafist á morgun. Óvíst hvort af því verður. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, segir mikilvægt að veiðarnar hefjist sem fyrst til að lágmarka þann skaða sem þegar hafi orðið. Ég held að það liggi alveg fyrir, samkvæmt þeirri reglugerð sem að núna hefur verið sett fram að þá hef ég trú á því að það verið látið reyna á það. Sko, hvalur var klár með hinn ýmsa nýjan búnað strax í júní en matvælaráðherra og fagráðið leitaði ekki eftir upplýsingum það. Það lá alveg fyrir að þeir voru búin að vera að vinna að úrbótum frá því að MAST-skýrslan kom út í maí. Þannig að þau rök sem að matvælaráðherra notar núna, hún hefði alveg getað að nota þau rök í júní vegna þess að hvalur var búin að vera að vinna að þessum endurbúnaði á sínum búnaði til þess að draga úr þeim frávikum sem að verið að tala að þurfa að lagfæra. Ákvörðun ráðherra eru gríðarleg vonbrigði í ljósi þess að forsendur hafa ekkert breyst frá fyrri ákvörðun, segir þingflokksformaður Pírata. Þingflokksformaður Viðreisnar kallar eftir aðkomu Alþingis og Samfylkingin styður ákvörðun matvælaráðherra en er andsnúin veiðunum. Strax í kjölfar yfirlýsingar matvælaráðherra í dag kallaði þingflokkur Pírata eftir stuðningi allra þingflokka til að leggja fram frumvarp bann við hvalveiðum leið og þing kemur saman að nýju þann 12. september. Þetta eru gríðarlega mikil vonbrigði og í raun sjáum við ekki að það séu neinar breyttar forsendur frá þeirri ákvörðun sem að ráðherra tók hérna fyrr í sumar að það sé ekki hægt að aflífa hvali með mannúðlegum hætti. Það er ekki búið að finna upp neitt hjól í þeim efnum. Ja, Samfylkingin hefur verið andsnúin hvalveiðum, það er alveg skýrt í stefnu flokksins en það skiptir máli að gera hlutina rétt og vel. Það þarf að gæta að meðalhófi, fyrirsjáanleika fyrir atvinnustarfsemi í landinu og réttmætum væntingum fólks. Þannig að ég tel að þessi ákvörðun sem ráðherra tók í dag sé rétt og eðlileg. Þannig að þið styðjið ákvörðun Svandísar? Já, ég styð ákvörðun Svandísar. Þingflokksformaður Viðreisnar segir að sé misboðið vegna þess leikrit sem hún kallar sem stjórnarflokkarnir hafi leikið í sumar. Eldar brenni á heimilum og fyrirtækjum sem glími við gríðarlegt vaxtaokur, vandri heilbrigðiskerfi sem stækki og kyrrstaða sig í orku og auðlindamálum. Við getum sett öll heimsins skilyrði en það þýðir bara ekkert ef það er ekki viðurlög og það er bara saga hvalveiða síðustu ár. Það hefur ekkert skort upp á skilyrðin en þeim hefur bara ekki verið fylgt eftir. Þannig að ég tel, einsýnt að í ljósi þess að það nú skipta skoðanir þetta, hér innanlands og utan, held ég nú að þingið þurfa að koma að þessum málum. Og þar verði stjórnarflokkarnir að koma að borðinu með stjórnarandstöðuflokkunum og láta þetta mál ekki skyggja á stóru málin sem varði hag almenning, segir Hanna Katrín. 74 hafa fundist látin og yfir 50 slösuðust í eldsvoða í Jóhannesarborg í nótt. Forseti Suður Afríku segir brýnt að bregðast við húsnæðisvanda í borginni. Byggingin var óíbúðarhæf og leigð út af glæpagengjum. Eldurinn kviknaði skömmu eftir miðnætti. Einhver náðu að koma sér út í tæka tíð og sum þurftu að kasta sér út glugga á brennandi byggingunni. 74 hafa fundist látin, á meðal þeirra eru 12 börn. Yfir 50 til viðbótar hlutu aðhlynningu á spítala. I jump off the window. My wife throw me a baby. I catch a baby and he jump, I catch him. Yeah, we were out. But all our things burning. My family was staying inside. When I come here, I try my best to find my family. I never found one of them. Byggingin 5 hæðir og hafði verið úrskurðuð óíbúðarhæf. Hún í eigu borgaryfirvalda sem telja að glæpagengi hafi tekið hana yfir og leigt fólki sem hefur ekki efni á sómasamlegu húsnæði. Það því erfitt að henda reiður á hversu mörg bjuggu í húsinu og óttast að fleiri eftir að finnast látin.
Eldsupptök eru enn ókunn og rannsókn stendur yfir. It was indeed a moment of sadness. When you have to walk through the street and you witness the tragedy of people having lost their lives in such large numbers. Yfirvöld heita því að finna húsnæði fyrir þau sem lifðu eldsvoðann af. Cyril Ramaphosa, forseti Suður Afríku, segir þennan harmleik skýrt merki að það þurfi að bregðast við húsnæðisvanda borgarinnar. Nýr varnarmálaráðherra Breta heitir því að halda áfram eindregnum stuðningi við Úkraínu. Rishi Sunak, forsætisráðherra, skipaði Grant Shapps í embætti varnarmálaráðherra í morgun í stað Ben Wallace sem sagði af sér. Wallace er einn af framámönnum Íhaldsflokksins og þótti koma til greina sem leiðtogi flokksins þegar Boris Johnson sagði af sér í fyrra. Wallace tilkynnti í júlí að hann hygðist hætta. Nokkrum dögum áður hafði hann látið falla umdeild ummæli að Úkraínumenn mættu sýna meira þakklæti. Ártaki hans, Grant Shapps, hefur gegnt hinum ýmsu hlutverkum í ríkisstjórn allt frá 2010 og verið þingmaður Íhaldsflokksins síðan 2005. Breiðablik tryggði sér í kvöld sæti í riðlakeppni sambandsdeildar Evrópu með sigri á Strúka frá Norður Makedóníu. Sigurinn er sögulegur því Blikar eru fyrsta íslenska karlaliðið sem kemst svona langt í Evrópukeppni. Breiðablik vann fyrirleikin Ytra 1-0 og hafði því forystu í einvíginu fyrir síðari leikinn í dag. Viktor Karl Einarsson kom Blikum yfir snemma leiks sem dugði til sigurs og leiknum lauk með 1-0 sigri Blika. Kristjana Arnarsdóttir, þetta eru söguleg tíðindi, ekki satt? Jú, það er alveg óhætt að segja það. Eins og þú myndist á, það er þetta fyrsta karlaliðið á Íslandi sem kemst svona langt í Evrópukeppni. Kvennalið Breiðabliks komst auðvitað í riðlakeppni meistaradeildarinnar 2021 og 2022. Þannig að Breiðablik á nú 2 lið sem hafa komist svona langt í Evrópu og nú er þetta bara nýr veruleiki sem að býður okkar hér á Íslandi í karlafótboltanum. Tímabil Blika lengist en frekar og mörg svona óræð svona framtíðarúrslit. Hvað þýðir þetta fyrir Blika? Þetta þýðir auðvitað það í fyrsta lagi að nú er aðeins búið að opna dyrnar út á við og sjá að íslenskt lið getur komið svona langt. Já. Peningur auðvitað, Blikar fá alveg hátt í hálfan milljarð fyrir það bara eitt að komast í riðlakeppnina, en það má ekki gleyma því að það fylgir kostnaður að ferðast í alla þessa leiki, þannig að þetta er nú ekki bara beint í kassan og hafa gaman, það er líka að borga fyrir alla ferðirnar. En fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara frábært fyrir íslenska fótbolta í heild sinni, þetta er ekki bara fyrir stuðningsmenn Breiðabliks. Nú höfum við eitthvað til að hlakka til í vetur sem leiðis. En það voru fleiri stórtíðindi úr íþróttunum í dag og boltanum? Já, heldur betur. Gylfi Sigurðsson er að fara aftur á fótboltavöllinn. Hann samdi í dag við Lungby í dönsku úrvalsdeildinni. Hann gengur þá til liðs við Frey Alexandersson þar á bæ, þannig að það var margt svona spennandi í íþróttunum í dag. Það verður spennandi að fylgjast með þessu og öðru og þú fyrir nánar yfir íþrótturnar strax að loknum fréttum. Takk fyrir þetta, Kristjana. En við snúum okkur á allt öðru því nýr komusalur var tekinn í notkun á Keflavíkurflugvelli í dag. Hann eykur afköstin til muna og breytir miklu fyrir farþega. Við erum hér í austurálmu Keflavíkurflugvallar þar sem töskur liðast eftir nýju töskubelti í fyrsta skipti. Þessi álma er ný bygging við Keflavíkurflugvöll og verður stór hluti af framtíðar uppbyggingu vallarins. Þetta er svolítið eins og púsluspil. Þannig að þetta er fyrsti bitinn sem við þurfum til þess að halda áfram að stækka. Við erum með á plönunum að stækka bygginguna til suðurs og til austurs. Til þess að geta gert það og til þess að geta þjónusta og haldið upp í þjónusta á sama tíma, þá þurftum við að byrja hér. Með austurálmunni stækkar flugstöðunum þriðjung. Framkvæmdum á að ljúka á næsta ári, þá verða byggðir 4 nýjir landgangar og 2 rútuhlið sem á stærra veitingasvæði og fríhafnarverslun. Fyrstu farþegarnir sem notuðu nýju töskubeltin komu frá Frankfurt og Dublin klukkan 1 í dag. Tekið var á móti þeim með drykkjum og tónlist, en hvaða áhrif hafa ný töskubelti og nýtt flokkunarkerfi? Þetta er náttúrulega bara töluvert breyting fyrir farþegann. Við erum að reyna að auka upplifun og ánægju farþegans á þessu svæði. Við erum að búa til betra andrúmsloft, við erum að bæta aðgengi af töskuböndunum, við erum að auka afköstin til framtíðar og við erum bara svolítið að undirbúa okkur líka í takt við þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar.
Nýja íslenska spennumyndin Kuldi verður frumsýnd á morgun. Myndin er byggð á samnefndri metsölubók Yrsu Sigurðardóttur og er í leikstjórn Erlings Óttars Thoroddsen. Sérstök hátíðarsýning er í þann mund að hefjast í Smárabíói í Kópavogi. Þar er Urður Örlygsdóttir fréttamaður. Það er nú sennilega margt manninn þarna, ekki satt? Já, það er heldur betur margt af fólki hér í Smárabíói og greinilega mikil eftirvænting eftir myndinni sem er einhvers konar óhugnanlegur thriller. En hjá mér eru Selma Björnsdóttir leikkona og Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur. Selma, hverja eiga áhorfendur von á í kvöld? Ég heldur ég von á því að hjarta muni slá, það verður gæsahúð, mögulega einhver öskur og vonandi bara hræði við lífdórun úr öllum. Fyrsta kvikmyndin þín sem er fyrsta kvikmyndin sem er byggð á sögu eftir þig. Hvernig er svona að sjá söguna lifna við á græna á kvikmyndatjaldinu? Það er bara meiri háttar sko, af því þetta eru náttúrulega yfirleitt sko er svolítið langt liðið frá því að bókin kemur út þegar mynd verður til. Þannig þetta er svolítið svona aðeins að blása lífi í gamla sögu, þannig ég er bara rosalega spennt og ég bara, að því sem ég sé að dæmi er hún frábær sko, þannig ég er bara mjög spennt að sjá. Síðasta mynd kom út árið 2017. Hefur þetta verið eitthvað öðruvísi ferli en þá? Nei, þetta er mjög svipað sko. Ég leyfi bara fagmönnum að sjá þetta, mæti svo bara svona forsýninguna til að sjá og það hefur reynst vel. Þannig að ég bara, eins og ég segi, þetta er frábær leikara, frábær leikstjóri, frábær framleiðandi, allt æðislegt. Þetta verður bara meira áttir. Herri, við þakkum Selmu Björnsdóttir og Yrsu Sigurðardóttir fyrir þetta og kveðjum hérna Smárabíó. Takk fyrir þetta, Urður Örlygsdóttir í bíó, en við förum hins vegar í allt annað. Svissneskur læknir hefur búið í tjaldi við Þingvallavatn mánuðum saman undanfarin 9 ár. Nú er hún orðin áttræð og segir tímabært að taka tjaldhælana upp fyrir fullt og allt. Hún segist yfirgefa Þingvelli full þakklætis fyrir vináttuna við fuglana og vættirnar sem búa þar. Það fer ekki mikið fyrir tjaldin hennar Ann Glantz á tjaldstæðin í Vasskoti. Hún er virtur geðlæknir í Sviss, vann lengi með krabbameinssjúklingum og er enn starfandi þar á veturna. En undanfarin 9 sumur hefur hún ekið bílnum sínum til Danmerkur og siglt með Norrænu til Íslands. Leið hennar hefur legið hingað að bökkum Þingvallavass og hér hefur hún dvalið allt sumarið í júní, júlí og ágúst. Og henni finnst vistin ekkert óþægileg. Oh no. I have here all. You know, I have a comfortable tent for 2 persons and I have very comfortable sleeping mats and sleeping bag. Also, I sleep here in the tent as well or better at home in the bed. Hún hefur aldrei þurft að leita skjóls á hóteli þótt veður hafi stundum sett strik í reikningin. 3 or 4 years ago in a heavy storm the tent was completely destroyed. Hún á fjölskyldu í Sviss, börn og barnabörn en maðurinn hennar er dáinn. En hvers vegna hefur hún komið hingað öll þessi ár? It's difficult to explain because it's something out of language, you know. It is a feeling. I feel that here are my roots. And yeah, I like the atmosphere from night with the smell, with the noses during summer, with the birds. It's always busy. Some birds are always awake and around, and yes, I like it. En Ann er orðin áttræð og nú finnst henni tími til komin að hætta Íslandsferðunum. Hún gisti í tjaldinu í síðasta skipti í nótt. How does it feel to be leaving for the last time? Also at first, as I did come in summer, it was quite melancholic to know it's last time. I was sitting so many hours here at the shore and feeling all has his time, all has a beginning, all has an end, and that's in harmony, that is meant, so with peace and quiet inside, and very, very grateful, very grateful. Ann hefur eignast marga vini á Íslandi, bæði fólk og fugla, himbrimann og 3 gæsafjölskyldur sem halda til á vatninu. Hún segist taka það allt með sér heim. This one, I take the peace, I take the love. Yes, I have contact
I want to ask her, is it okay when I say it? I have contact with a woman from the lake. She's beautiful, and she's so lovely, and that I take with me. I remember I go back to here, and that I have for the rest of my life. Bergsteinn frá Þingvallavatni og í Kastljósið, hvað verður í kvöld? Við förum á meira dýpi, það er sem sé hvalveiðarnar sem mega hefjast á morgun að öllum skilyrðum uppfylltum. Við ætlum að ræða þetta við 2 þingmenn, þau Vilhjálmur Árnason, sjálfstæðismann sem hefur farið mikinn í gagnrýni sinni á Svandísi Svavarsdóttur vegna þessa tímabundna hvalveiðibanns sem verður þá aflétt og Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur Pírata. En svo í seinni hluta þáttar þá ætlum við að skoða sirkushóp sem er að sýna listi sínar í rafstöðinni í Elliðaárdal. Frábært, takk fyrir þetta Bergsteinn. Við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Það er spáð hægt vaxandi suðaustanátt á morgun, 13 til 20 metrar á sekúndu og rigning seinnipartinn, en hægar og bjartviðri í norðaustanlands. Víða hvassviðri eða stormur sunnan og vestan til annað kvöld og hiti verður á bilinu 8 til 15 stig. Nú Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánari við veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum. En áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við helstu atriði þessa fréttatíma. Samkeppniseftirlitið hefur lagt 4,2 milljarða króna stjórnvaldssekt á Samskip vegna alvarlegra brota fyrirtækisins á samkeppnislögum. Málið verður sótt eins langt og þurfa þykir, segir lögmaður Samskipa. Hvalveiðar mega hefjast aftur á morgun, eftirlit verður aukið og skyttur þurfa að ljúka námskeið í líffræði hvala. Forsendur fyrir hvalveiðibanni hafa ekkert breyst frá fyrri ákvörðun ráðherra, segir þingflokksformaður Pírata. 12 börn hið minnsta eru á meðal þeirra sem fórust í eldsvoði í Jóhannesarborg í nótt. 74 hafa fundist látin, sumum tókst að bjarga sér með því að stökkva út glugga. Í nótt gisti Ann Glans í síðasta skipti við Þingvallavatn. Hún hefur búið þar í tjaldi undanfarin 9 sumur og notið samvista við himbrima, gæsir og hulduna í vatninu. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þegar storkurinn flýgur hjá. Danskir heimildaþættir ófrjósemi og þrána eftir að eignast barn. 3 pörum og einni einhleypri konu er fyllt í 3 ár. Eldfimt leyndarmál. Önnur þáttaröð áströlsku spennuþáttanna Megan og Agathu. 2 ár eru síðan þær hittust